fjölmiðlalögin nýju. Mér líst hræðilega á þetta frumvarp sem hefur verið lagt fram. Og hvernig virkar þetta á ykkar stöð? Já, sko, þeir ætla nú að skipta sér af dagskrá. Við höfum nú ákvæði stjórnarskrá tjáningar, frelsi, en hins vegar verðum við að bera ábyrgð á því sem við segjum fyrir dómi, en þarna verðum við að bera ábyrgð á því sem við segjum fyrir einhverju fjölmiðlanefnd, sem náttúrulega ekki dómstóll, heldur framkvæmdarvaldsatriði, aðili segja, og framkvæmdarvaldsafi, þannig að mér líst mjög illa á það að breyta lögunum. Síðan þeim fengið mjög mikið vald í hendur, þeir hafa heimildir til þess að svipta fyrirtæki starfsleyfi og ýmislegt fleira og þetta auðvitað, það eru nánast flestir sem að koma frjálsum fjölmiðlum sem á móti þessu frumvarpi, þar á meðal Blaðamannafélag Íslands. Og ég held að það nú verið rétt af þinginu að hafa samráð við þá sem að starfi í þessari starfsgrein, en ekki að koma með svona einhliða löggjöf sem eingöngu stjórnmálastéttin og einhverjir aðilar sem vilja stýra og auka miðstýring á sviði fjölmiðlunar. Við höfum ákvæði lögum starfsemi fjölmiðla, við erum útvarpsréttarnefnd, við erum með ákvæði í hegningalögum, við erum með ákvæði meiðyrði, við erum með kafla og meiðyrði og menn verður að bera ábyrgð á því sem þið segja, en ég sé enga þörf á því að vera að semja þessa fjölmiðlalöggjöf og auka eftirliti sem að felur bara í sér meiri kostnað og ég sé engi rök fyrir því hvers vegna það þarf að koma fram með þessi lög. Ég skil það ekki. Við höfum til dæmis aldrei verið kærð fyrir meiðyrði hér hjá okkur eða annað slíkt. Nú, fólki ég meina við verðum að bera ábyrgð á því sem að kemur fram hjá okkur og munum gera það ef eitthvað slíkt gerist en ég sé ekki að það sé nokkur ástæði til að hafa til dæmis sérstakt eftirlit með okkar starfsemi hér. Þetta felur í sér mikinn kostnað fyrir okkur, við þurfum þá að svara erindum ef þetta svona forræðishyggju fólk sem velst í þessa nefnd og starfar við þetta og þeir geta verið með puttanón í öllu hér og eingöngu til þess að draga frá okkur orku og þá þurfum við að sóa tíma okkar í það að eltast við einhvers konar erindi frá þeim. En er þetta ekki mest gert til þess bara að fólk sem ég geti hringt inn og sagt skoðun sína? Jú, það gæti verið, sko, þeir tala það er eitt ákvæði í sambandi, það er kallað hatursáróður. Hatursáróður til dæmis. Nú, mat á því auðvitað á að vera í höndum dómstólarnir eiga mat það. Hvað telst vera hatursáróður? Nú erum við með ákvæði í hegningalögum sem venda til dæmis minnihlutahópa gegn því að verið sé að smána og niðurlægja slíka hópa. Þannig að það er ákvæði í lögum, en það er auðvitað í höndum saksóknara hvernig hann vill beita því og rannsaka, en ekki í höndum fjölmiðlanefndar, vegna þess að það liggur náttúrulega í augum uppi að manstu eftir til dæmis grein hér sem skrifuð var fyrir nokkrum árum síðan og það var hæstaréttarlögmaður og hún var fyrirsögnina Ísland fyrir Íslendinga og svo kom spurningamerki. Og þá risu hér upp margir og sökuðu þennan ágæta mann að vera einhvers konar kynþáttahattari. En það var náttúrulega alrangt því hann var bara að varpa fram ákveðnum spurningum með stöðu okkar að þessu leyti. Nú það kom þetta fram, ekki síst voru það þingkonur samfylkingarna sem réðust harkalega á hann og reyndar eitt flokk hér, frjálslindaflokkin sem var með ákveðna skoðanir að gera kröfu að hér ættu útlendingar að sína bæði heilbrigðisvottorð og sakavottorð og þetta varð heilmikil umræð þetta og hafði áhrif í kosningum. Nú var það mat þeirra sem héldu þessu fram að hér væri einhvern hatursáróður. Ef að þetta fólk væri að vinna í fjölmiðlanefnd þá gæti það túlkað ýmislegt sem hér er sagt sem og eingöngu til þess að nota það sem til átyllu til að loka þessari stöð. Og þetta er náttúrulega óþolandi að þurfa og óbærilegt að þurfa að búa við slíkt ástand vegna þess að eins og ég sagði áðan við eigum að bera ábyrgð á því sem við segjum fyrir dómi en ekki fyrir fjölmiðlanefnd. En fer þetta fyrir forsetann þessi lög líka? Já, þau gera það. En svo er það náttúrulega þannig að það er ekki tekið á aðal vandanum, það er að segja auglýsingavandanum sem snertir fjármögnunarleið RÚV sem að ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur í raun og verið gagnrýnt og krafið skýringa á.
þeir hafa ekkert gert í því. Það ekkert tekið á eignarhaldun í þessum lögum. Ég ekkert að segja að eigi að taka á eignarhaldinu, það nú helst verið gagnrýnt hvernig það var, en það ekki tekið á neinu þessu. Það ekki komið fram í tillögur að þið opinbera sjáu til þess að hlustun og áhorf sé mælt með hætti. Það væri þó kannski hlutverk sem þær getur tekið að sig. Þeir hafa engan áhuga á slíku. Nei. Þannig að ég veit ekki hvað þeir eru að gera með þessum lögum. Þeir að tala að verja heimildarmenn. Ég meina, Hæstiréttur hefur varið heimildarmenn. Við þurfum ekki sérstök lög. En ef við þurfum eitt ákvæði í lögum það að verja heimildarmenn, þá það allt í lagi. En það þarf ekki lagabálk upp á fleiri 100 síður með greinagerð til þess að breyta fjölmiðlaumhverfinu á Íslandi. Og ef að menn eru með rök fyrir því sem í andstöðu við það sem að fjölmiðla fólk og blaðamannafélag hefur haldið fram, þá vil ég gjarnan heyra þau rök. Já, ég held að það fari mest fyrir brjóstið á þeim að fólk hver að tala frjálst. Já, ég held að þeir vilja ekki heyra í þjóðinni, þeir líta á þetta sem einhvers konar lágmenningu, þeir líta svo að þeir séu fulltrúar einhverjar hámenningar sem nú kannski illa skilgreint hjá þeim, og þeir líta niður á fólk og þjóðina. Þeir vilja ekkert að hún sé að tefja framgang mála. Þeir segjast vera hlindir þjóðaratkvæðagreiðslum, en þegar á reynir þá held ég að þeir séu það ekki. Þetta fólki sem gagnrýndi forsetann harðlega fyrir að beita 27. grein stjórnarskrárinnar. Við sáum það á Bessastöðum, hvernig ýmsir fjölmiðlamenn þar að vísu hjá RÚV létu. Þannig að við sjáum alveg hvert viðhorfið, en ég eins og ég segi, alfarið á móti því að setja að þessi lög verði samþykkt. Já, endilega komum bara með meiri upplýsingar nei, sko. Það svo margir sem ná ekki þessum upplýsingum. Takk fyrir þetta. Alltaf.